Já, ég býð ykkur velkomin til fundar í bæjarstjórn Mosfellsbæjar 24. janúar 2018. Þessi fundur er númer 709 og ég segi fund settan. Það eru 11 mál á dagskrá að þessu sinni og þar af eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, eins og oftast er, og 5 fundargerðir frá ýmsum nefndum. Þessar fundargerðir verða bornar upp til samþykktar og síðan eru 4 fundargerðir sem verða fram til kynningar. Fyrst tökum við fyrir fyrri fundargerð bæjarráðs Mosfellsbæjar, nr. 1337 var sá fundur, hann var haldinn 11. janúar. Ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá er umræðan lokið og ég bið þá sem rétt samþykkja þessar fundargerðir eins og einstök mál bera með sér að rétta upp hönd. Þá tökum við seinni fundargerðina frá bæjarráði sem verður tekið fyrir á þessum fundi. Hann var haldinn 18. janúar og var með 1338 og ég gef orðið laust. Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég verð að reyna að endurtaka það sem ég sagði hérna áðan. En ég kem hér fram undir erindi númer 4, húsnæðisvandi utangarðsfólks. Þetta erindi kemur inn á dagskrá bæjarstjórnar vegna þess að umboðsmaður Alþingis sendi sveitarfélaginu fyrirspurn aðbúnað utangarðsfólks í Mosfellsbæ. Þið muni kannski að í aðdraganda jóla var húsnæðisvandi utangarðsfólks í brennidepli fjölmiðla. Mest sláandi voru þá fréttir af húsnæðislausu fólki á tjaldstæðinu í Laugardal. Þar vakti athygli að sumir áttu alls ekki lögheimili í Reykjavík sem þarna voru og heldur komu úr öðrum sveitarfélögum og höfðu ekki fengið aðstoð, þá aðstoð sem þau þurftu í sinni heimabyggð. Og svo voru mismunandi aðrar ástæður fyrir því að fólk var þarna á tjaldstæðinu reyndar. Það var ekki bara fólk í húsnæðistöð. En ég veit svo sem ekki hvort einhver var þarna úr Mosfellsbæ, en það væri reyndar fróðlegt að fá að vita það ef svo er. Það þurfi ekki að vera persónulegar upplýsingar, heldur bara svona almennt hvort fólk héðan úr Mosfellsbæ leiti þarna niður eftir, ef að sú vitneskja er fyrir hendi. En sem sagt, þannig mál með vexti að samkvæmt lögum félagsþjónustu ber sveitarfélögum að sinna húsnæðismálum eða hjálpa fólki, utangarðsmönnum sem stríða við áfengis- og fíknivanda meðal annars, að veita þeim húsaskjóli, að hjálpa þeim að koma þaki yfir höfuðið. Og það er fjallað í 45. grein lagana. En upplýsingarnar sem að umboðsmaður er að sækjast eftir, það eru svona tölulegar upplýsingar stöðu mála hér og líka hvort settar hafi verið reglur reglur þessa þjónustu og í hverju náttúrulega þjónustan felst. Mosfellsbær hefur svarað þessari fyrirspurn og í því svari kemur fram að það er engin sértæk úrræði fyrir fólk sem stríðir við fíkni og áfengisvanda í húsnæðismálum. Félagsþjónustunni er þó kunnugt nokkra einstaklinga sem að vantar húsnæði. Nú er stóra spurningin í þessu máli hvort umboðsmaður telur þjónustuna hér vera fullnægjandi og verður mjög forvitnilegt að fá svarið frá umboðsmanni og bara fá að vita hvernig hann bregst við svari Mosfellsbæjar. Og svo sem ekkert það að segja kannski fyrr en það svar best. En fólk sem á við geðrænan vanda og eða fíknastríða á svona almennt undir högg að sækja á Íslandi. Svo virðist þessi hópur eða virðist sem sá hópur sem þarf á þjónustu geð- og velferðarkerfis
jöfnum höndum að halda, lendi allt og oft á milli skips og bryggju í kerfinu. Og þannig lítur það oft út með utangarðsfólk. Að það er eins og það sé einhvern veginn utanvelt í kerfinu. Skýr birtingarmynd þess að þetta mál fellur svona á milli skips og bryggju svo staðreynd að sjálfseignarstofnanir eða jafnvel trúfélög með of lítil fjárráð og takmarkaða sérfræði þekkingu skuli vera falið að sjá mörg þeirra úrræða sem standa þessum hópi til boða. Nefna má að fíknimeðferð að mestu leyti á vegum félagasamtaka sem hafa mótað hann eftir sínu höfði án stefnumörkunar stjórnvalda eða mikils gæðaeftirlits. Flestir meðferðaraðilar vinna sín störf af hugsjón. Þá skortir hins vegar þekkingu sem þó þykir eðlilegt að gera kröfur þegar aðrir sjúkdómar eru meðhöndlaðir. Þannig að þetta er svona vandamál sem að verður einhvern veginn að leysa líka á vettvangi bæði ríkis og sveitarfélaga og það verður bara mjög forvitnilegt að sjá hvers var umboðsmanns verður við úttekt Mosfellsbæjar á sinni aðstöðu. Já, orðið en þá laust þessa fundargerð bæjarráðs. Nú, enginn kveður sér hljóð. Afsakið, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vil bara taka undir það sem kom fram hér hjá bæjarfulltrúa Sigrúnu Pálsdóttur varðandi aðbúnað heimilislausra. Það þarf sannarlega að taka þessi mál til skoðunar. Það er mikilvægt að við bregðumst við því hér og sjáum hver staðan en það hefur líka komið fram að hér við borðið að þessi mál eru í stöðugri skoðun hjá okkur og reynt að bregðast við vanda heimilislausra. En eins og kom fram líka hér í máli Sigrúnar að þá er þetta fólk sem er kannski orðið langt leitt og er að glíma við alls konar hluti, þannig að þetta er líka stór hluti af þetta er stór heilbrigðisvandi sem að við þurfum kannski og þjóðfélagið þarf svona að taka höndum saman hvað það varðar. Þannig að þetta er meir en bara húsnæðisvandi, þetta er fólk sem á við mikla erfiðleika að etja. Þannig að það þarf aðstoð og að sjálfsögðu á þetta fólk að fá hana og fá stað að búa á. Þannig að og þetta minnisblað sem fylgir málinu bara lýsir því líka hvar málið er statt og félagsmálastjórar á höfuðborgarsvæðinu eru að ræða þetta og fara yfir þessi mál. Og auðvitað er það engin sanngirni því að Reykjavíkingar taki við vandanum og við bara snúum blinda augun að þessu. Við náttúrulega gerum það ekki, þannig að við þurfum að skoða það hvernig staðan er hér og sjálfsögðu bregðast við því. Já, orðið er ennþá laust þessa fundargerð. Nú, enginn kveður sér hljóðs og þá er umræðan lokið og ég bið þá réttur hönd sem samþykkja þessa fundargerð bæjarráðs eins og einstök mál fyrir með sér. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerðum ýmissa nefnda bæjarins. Fyrst er hér fundargerð frá fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 16. janúar síðastliðinn. Það var fundur nummer 264, ég ekki orðið laus. Theodór Kristjánsson, gjörðu svo vel. Það er svo einstælegt þarna eru bara 3 mál en það er mál nummer 1, 2 og 4. Já, það var búið að gera bragabót á því. Þetta er í lagi í kerfunum. Já, ok. Já, gjörðu svo vel Theodór. Takk. Mér langaði þessi flesti erinda af þessum 4 sem hafa þegar ratað fyrir bæjarráð og verið tekin afstæða til þeirra þar. Þannig ég þarf ekki að fara svo sem yfir þau. En mér langaði að minnast á það sem er ánægilegt að það er kannski liður nummer 1, eða ekki kannski það er liður nummer 1, þar sem framkvæmd áætlun í málum fatlaðs fólks, þar sem þegar ekkert fyrir löngu þá kynnti ég ykkur niðurstöðu að fundi Norðurlandaráðs, þar sem að fyrirliggja skýrslur frá fyrirtæki sem heitir Gott aðgengi, ef maður rétt, þar sem var gerð úttekt á íþróttahúsinu á Varmá og Sundlauginni. Þar sem við erum að skoða aðgengismál, það er bókað þar og ágætan hætti ég fór yfir þetta með ykkur á fundi fyrir ekkert löngu. Í framhaldi af því sótti bærinn styrk til að gera sams konar úttekt á Lágafellsskóla eða íþróttahúsinu eða hvað hann kallar það Lágafellslaug á því svæði
aðgengismál þar og svona í stuttum mál það liggur fyrir að líkur á því að við fáum þar líka styrk þannig að það verður sambærilegar upplýsingar þessi mannvirki okkar aðgengismál þar. Það getur verið að þar þurfa að bæta eitthvað úr, kannski sérstaklega með aðgengi milli hæða. En við fáum þá niðurstöðu fljótlega að það verður að vinna í því. Mér langar bara að gera upp grein fyrir svo kannski ef við maður komið tillögu það að mér var bara á í nefndinni og kannski á ferlinum að íþrótt- og tómstundunefnd fá þetta ekki til kynningar. Það er að segja að því að mannvirkinu íþróttahúsinu, það er svona kannski hugleiðing að við leiðum þessu að rata þangað inn til kynningar. Þessi mál sem annars vegar eru þá orðin aðeins eldri og samþykkt hjá frágengin frá Norðurlandaráði Varmársvæðið og svo þessi niðurstaða. Þannig þið fylgist með og fáið þessi skýrslur og viti hvað er í gangi þarna á þessum svæðum sem þið hafið klárlega eftirlit með. Annað var bara fínt, það voru þetta fjölmörg erindi sem ekki þarna eru en gekk bara vel á þessum punkti. Takk. Já, orðið laustan þá þessa fundargerð. Nú ekki hverju þessi frekar hljóðs en það er hérna, Theodór, þú varst að leggja fram tillögu varst þú bara með orðið? Já, mér langaði að forvitnast aðeins. Já, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem hér fram undir máli númer þá væntanlega 3, ósk velferðarráðuneytisins. Nei, það er númer 4. Já, ok, það er númer 4. Mér langaði bara að kanna hver staðan er varðandi leiguhúsnæði. Það kom fram í hérna fjölskyldunefnd að það ætti, sko þetta mál fjallar flóttamenn sem að Mosfellsbær hefur hérna ákveðið að taka á móti hérna. Þetta eru fjölskyldur frá Úganda sem að verið hafa í Kenía frá 2015 í flóttamannabúðum og í fjölskyldunefndin kom fram að það væru einhverjir erfiðleikar varðandi húsnæðið að fá leigt á íbúðir fyrir þetta fólk sér eitthvað fyrir endan á því máli. Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, ég hef reyndar ekki upplýsingar frá þessari viku. Ég hef ekki verið í vinnu vegna veikinda fyrir núna. En það síðast ég heyrði í síðustu viku þá var ekki búið að fá íbúðir. Búið að auglýsa, búið að koma að þeirri auglýsingu vel á framfæri á öllum hugsanlegum miðlum, hafa samband við fasteignasala og slíkt og það vonandi leiðið til þess fyrir það síðar að viðbrögð verða jákvæð. Já, þessi fundargerð fjölskyldunefndar er ennþá til umræðu, einhver sem vill ræða einhver mál. Og svo ekki, þá held ég að sé rétt að við afgreiðum tillögu frá Theodóri Kristjánsinni, formanni nefndarinnar, það sem gekk út á það að vísa fyrsta málinu til íþrótta- og tómstundanefndar Mosfellsbæjar til kynningar, er það ekki rétt? Og þeir sem samþykkja þá tillögu Theodórs, það er Benedikt Bönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá ber ég upp fundargerðina upp í heild sinni, eins og einstök mál bera með sér og þeir sem samþykkja þá fundargerðin í heild sinni, eins og einstök mál bera með sér er Benedikt Bönd, hún er samþykkt með 9 atkvæðum, öllum greiddum atkvæðum. Þetta var fjölskyldunefndin og næst er komið að íþrótta- og tómstundunefnd og Rúnar Bragi Guðlaugsson, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Þessi fundur var haldinn 11. janúar síðastliðinn, hann var númer 217, íþrótta- og tómstundanefnd Mosfellsbæjar. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, langar að koma með hérna fyrir hönd bæjarstjórnar er smá bókun sem að hljóða svo, með leyfi forseta. Bæjarstjórn Mosfellsbæjar óskar Thelmu Dögg Grétarsdóttir, blaðkonu úr Aftureldingu og Guðmundi Ágústi Thoroddsen, frjáls íþróttamanni úr Aftureldingu, innilega til hamingju með að vera valin íþróttakona
og íþróttakarl Mosfellsbæjar árið 2017. Jafnframt óskar bæjarstjórn öllu öðru íþróttafólki sem veittar voru viðurkenningar við sama tilefni til hamingju með veittar viðurkenningar. Takk fyrir. Já. Það er búið sem þetta. Er einhverjir sem vilja ræða þessa fundargerð? Þá erum við afgreiða þessa tillögu frá formannum Rúnari Braga. Nú þá er rétt að ég beri það upp með líkt og áðan. Sem felst í hamingjuóskum frá bæjarstjórn til allt þessa góða íþróttafólk sem að fekk viðurkenningu og verðlaun. Það er samþykkt samhljóða án handaumbreytinga. Já, það er 9 hendur á lofti. Sú tillaga er samþykkt samhljóða. En þá er rétt að bera upp fundargerðin í heild sinni. Það var enda bara 1 mál á dagskrá þessa fundar. Við gerum það hér með þessi rétt upp hönd og staðfesta fundargerðin að bera rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða með 9 atkvæðum. Þetta var íþrótta- og tómstundanefnd og þá förum við menningarmálin. Menningarmálanefnd Mosfellsbæjar hélt fund 9. janúar síðastliðinn og hann var númer 210 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Sigrún Pálsdóttir var sjónarmenn og undan Ólaf Inga. Gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Ég kengi fram undir máli nr. 2, Hlégarður. Það liggur fyrir þessum fundi minnisblað starfsfólks starfsemi Hlégarðs og það sem ýmsar hugmyndir eru viðræðar hvernig reka ætti Hlégarð í framtíðinni. Nefndin sjálf, menningarmálanefnd, óskaði eftir því að eiga samtal við bæjarstjórn þetta mál. Það eru eiga samtal við bæjarstjórn þetta mál. Ég veit ekki hvort að hægt er að verða við því eða hvort að hefð er fyrir því en allavega það sem að við ræddum í íbúahreyfingunni varðandi þetta mál er það að okkur finnst að í þessu máli þyrfti að stofna starfshóp fólks sem að hefur bara fagþekkingu á viðburðastjórnun og bara þekkir til svona starfsemi í Hörgul til þess að vinna með menningarmálanefnd að þessu mál. Það var svona okkar niðurstaða. Ég ætla ekki að bera þetta upp hérna þessa tillögu en þetta er í grunninn okkar niðurstaða. Já, Ólafur Ingi, gjör svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir sama máli, svo sem ætla nú ekki að fara að leggja inn að línur, þetta er nú dálítið svona sérstök afgreiðsla hjá nefndinni að raunverulega vilja að fá breiðari hóp til þess að ræða þessi mál. Ég er bara dálítið spenntur fyrir því að þetta samtal verið tekið og þetta verið rætt á svolítið breiðu grundvelli. Það kom hér fram þegar við ræddum Hlégarð hér síðast í bæjarstjórninni fyrir svona sirka mánuði síðan að þá komu fram ýmis sjónarmið þó reyndar kannski flest voru nú á sama veg sem kannski lutu nú svolítið af því að fólk var ekkert í skýjunum með þá starfsemi eins og hann hefur rekið núna og væri alveg til í að horfa á eitthvað breytingar. Þannig var nú svona hljóðið í flestu sem tóku til máls fyrir þetta kannski, já, það var eiginlega að segja flestu. Þannig að mér langar eiginlega bara að spyrja hvort að bæjarstjóri hafi kannski eitthvað unnið í þessu máli, þessari samþykkt menningarmálanefndar og sé kannski farin að huga því hvenær þessi fundur með nefndinni geti orðið. Já, Haraldur Sverrisson, þú ert næstur Mandesson, gjör svo vel. Það er nú reyndar mjög óvenjulegt að nefndir panti fundi með bæjarstjórn og
ég veit ekki sko, það þarf að minnskosti að koma einhverju reglum á það að það á að vera því að þá gætu orðið ansi margir fundir sem að 9 manna bæjarstjórn þyrfti þá að sitja með nefndum út af hinu og þessu. En vissulega þetta er mikilvægt mál og það er nauðsynlegt að ræða það án í hörgul og slíkt. Þess vegna nú málið á dagskrá bæjarráðs á morgun. Minnisblað þar til þess að fara yfir það hvernig Bersíða þá að nálgast þetta. Og ég held að það sé bara rétt að svo umræða eigi sér stað þar og þá verði málið þaðan sett í eitthvað farveg. Það getur verið ein leiðin til þess að eiga samtali bæjarstjórn. Þar að segja að það gerist í gegnum bæjarráð með vikulega fundi að gera bæjarráð fara síðan til bæjarstjórnar. En ef menn vilja koma einhverju fyrirkomulega á það að einstaka nefndir eigi samtali einhver mál við bæjarstjórn, þá held ég rétt að setja það í koma því í einhvern farveg svo að við höfum þá einhvern skikk á því. Síðan kannski rétt að upplýsa það að ég ásamt forstöðumanni tónlist- og samskiptasviðs sem hefur með menningarmálin að gera í bænum hefur átt fund með forsvarsmanni þess sem rekur Hlégarð í millitíðinni til þess að fá svona enn frekari dýpt á sín þeirra á það mál. Það voru óskuðum eftir því að hann svona sendi okkur svona sína sín á svona hvernig reksturinn hefur gengið frá hans sjónarmiði með tilliti til þeirra atriða sem í samningnum eru. Bara til upplýsingar, það var að berast og ég var að ræða við Arnar áðan að það er sett undir máli þannig að það er aðgengilega búin að því, segir hann kinkarkolli. En það er aðgengilegt þá fyrir fundarmenn fyrir fundin á morgun. Þannig ég held að við ættum bara að taka þessa umræðu í bæjarráði. Það er búið að setja málið á dagskrá þar og ákveða fyrsta lagi hvernig með það skuli fara og hvernig við getum saman búið til sem besta niðurstöðu þessum málum sem þetta sé mjög mikilvægt. Já, ég hef sett hérna sjálfur mig á mælendaskrá og langar aðeins að ræða þetta mál nr. 2 sem snýst Hlégarð. Þetta er undir fundargerð menningarmálanefndar og það var ágætt minnisblað sem Ármann Jónsson vann þar sem hefur veltað upp sviðsmyndum. Hlégarð er náttúrulega stórt og mikið hús og þetta er svolítið stórt og mikið mál líka vegna þess að það er ákveðin tímamót vegna þess að þessi samningur sem hefur verið í gildi í nokkur ár, hann er sem sagt að renna út eftir fáeina vikur. Þannig að það þarf að taka svona ákvörðun næstu skref, hvort að það sé breytingaþörf eða það var ýmislegt sem hægt er að beita sjálfu sér, rekstrarforminu, húsnæðinu sem slíku. Þarf að breyta því til að það fái meiri möguleika, þannig að það verði nýtt betur. Það er svona ýmsar spurningar sem að kvikna og hverjar eru möguleikarnir til þess að markaðssetja sem hús og byggingu þar sem er lifandi starfsemi sé mest. Það er auðvitað öllum hérna til hagsbóta og í sveitarfélaginu og sjálfu sveitarfélaginu sem rekur húsið og það er mikil viðhaldskostningar á því að sjálfsögðu. Þetta er komið svolítið til ára sinna en var öðru leyti tekið undir þess sem hér var sagt áðan að þetta verður rætt hér í bæjarráði í fyrramálið og örugglega mun svo umræða halda áfram. Þannig að þetta er best að bara taka þá fyrstu umferð í sjálfri umræðinu framtíð Hlégarðs á fundi bæjarráðs í fyrramálið. Nú, ágætu bæjarfulltrúar, árið er ennþá laust menningarmálanefnd, dagskrá fund menningarmálanefndar 9. janúar síðastliðinn. Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar bara aðeins að nefna mál nr. 3 safnanótt. Þetta er flottur viðburður. Bara gaman að vekja athygli á þessu og ég held að þetta sé stækkandi viðburður eins og margir viðburður sem eru og sem hafa verið í bænum síðastliðin ár og það hefur svona farið mismikið fyrir þessum viðburði. Það fór ágætlega fyrir hann fyrir ári síðan en ég held að bara hvetja fólk til að
skoða dagskrána og ég held að það er komin einhver drög á dagskrá. Það verður núna 2. febrúar og ég veit ekki hvort þetta er á sama tíma á Safnanótt í Reykjavík en ég held að það sé allavega svona einhvers konar eftirlíking af því fyrirbæri sem er mjög ótrúlega skemmtilegt og jákvæður og skemmtilega viðburður. Þannig ég vildi bara vekja athygli á honum. Orðið er laust. Nú, enginn kveður sér frekar ljós og þá er umræður þessa fundargerð lokið og þeir sem samþykkja hana. Menningarmálanefnd er benn réttu pönd, hún er samþykkt með 9 greiddum atkvæðum. Þá er komið á skipulagsnefnd. Sú nefnd fékk fund númer 453. Það var 19. janúar síðastliðinn og að venju voru mörg mál á dagskrá. Haraldur Sverrisson, þú er beðinn orðið, gjörðu svo vel. Ég kemur þetta upp undir máli númer 1. Langirhryggur, aðalskipulagsbreyting og deiliskipulag. Það máli er búið að vera hér í vinnslu í þó nokkurn tíma. Það var sent til skipulagsstofnunar til afgreiðslu, komu örlitlar tæknilegar athugasemdir frá skipulagsstofnun. Skipulagsnefnd er búin að laga það og senda það þangað á nýju, en það koma það leiðbeiningar frá skipulagsstofnun að bæjarstjórn útskýri það og rökstyðji hvers vegna ekki þurfið að auglýsa það þessar tillögur upp á nýtt. Og það er komin tillaga að bókun sem ég ætla að lesa upp frá skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar, Ólafi Melsteð, þar að lútandi, og ég ætla að lesa hér upp bókun eða tillögu sem ég legg til að veri borin hér upp og samþykkta hálfu bæjarstjórnar. Það hljóðar svo. Á 453. fundi skipulagsnefndar var samþykkt að senda nýjan og endurbættan uppdrátt til skipulagsstofnunar. Rökin fyrir því að bæjarstjórn Mosfellsbæjar telur ekki sé nauðsynlegt að auglýsa tillöguna nýju, en svo að eingöngu sé verið að koma til móts við ábendingar skipulagsstofnunar, meðal annars að deiliskipulagssvæði sé í samræmi við aðalskipulag og að bílastæði rúmist innan svæði sem skilgreint er sem afþreyingar og ferðamannasvæði í aðalskipulagi Mosfellsbæjar. Aðkomuvegur á svæðinu er ekki að breytast á nýrri og endurbættri tillögu. Á auglýsingatíma tillögunnar kom ekki fram neinar athugasemdir eða ábendingar varðandi tillöguna, en íbúum Mosfellsbæjar og öðrum sem gefinn var kostur og kom með ábendingar kom ekki með neinar ábendingar eða athugasemdir. Brugðist hefur verið við öllum ábendingum skipulagsstofnunar og því telur bæjarstjórn Mosfellsbæjar að tillöguna þurfi ekki að auglýsa að nýju og samþykkur því bókun skipulagsnefndar að fela skipulagsfulltrúa að senda nýjan og endurbættan uppdrátt til skipulagsstofnunar. Það áttur að vera. Já, er eitthvað sem vil ræða þessa bókun? Það er kannski rétt að við bara afgreiðum hana. Enginn sem vil ræða hana frekar. Hún var send líka til bæjarfulltrúa. Já, fyrir skemmstu. Vistu upp á fundana með þessum? Já, ok, það var tvær. Eru fundarmenn tilbúinir að greiða atkvæði þessa bókun og þeir sem samþykkja þessa fundargerð sem bæjarstjóri las áðan, afsakið bókun sem snýst Langahrygg, aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagsbreytingu. Þeir sem samþykkja beðnir um rétt upp hönd, halda höndum á lofti. Sigurður Pálsdóttir, þú ert ekki... Nei, ég hef bara ekki kynnt með þetta mál, þannig að ég bara treysti mér ekki til þess. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Er einhver á móti? Það eru samþykkt með 8 atkvæðum. Þetta var nú fyrsta málin. Þeir voru nú æði mörg á þessum fundi og orðið er ennþá laust fundargerð skipulagsnefndar frá 19. janúar. Nei, ég held alltaf. Já. Enginn kveður sér frekar hljós, þá er umræðin lokið og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér bennir rétt upp hönd. Það eru 9 hendur á lofti. Þá förum við í umhverfisnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 18. janúar síðastliðinn. Það var fundur númer 185. Ég gef orðið laust. Haraldur Sverrisson. Koma hérna
taka einhverja málsum til liðnum 7. Erindi Reykjavíkurborgar deiliskipulag Esjumela á Kjalarnesi og lýsa yfir stuðning mínum og ánægju með bókun umhverfisnefndar það mál og ég með leyfi forsetana langar mig að fá að lesa hann hér upp. Já, gjör svo vel. Umhverfisnefnd Mosfellsbæjar lýsir yfir áhyggjum sínum vegna fyrirhugaðrar stækkunar á athafnasvæði og Esjumölum norðan við Leirvogsá. Nefndin mótmælir því að koma skal mengandi iðnaður með tilheyrandi óþægindum fyrir íbúa í Mosfellsbæ og nágrenni. Slík starfsemi væri ekki í samræmi við gildandi aðalskipulag Reykjavíkur því svæðið skipulagt sem athafnasvæði en ekki iðnaðarsvæði. Upplýst hefur verið að starfsemi fyrirtækis sem vinnur að úrgangsmálum og moltugerð verði á þessu landsvæði og hafa íbúar í Mosfellsbæ lýst yfir andstöðu sinni við þá fyrirætlun. Nefndin mótmælir því einnig harðlega að ofanvatn verði leitt frá Esjumölum í Leirvogsá sem dýrmætt laxveiða og útivistar perla. Í ljósi þessa ekki ljóst hvaða starfsemi eigi að koma á Esjumöla fyrir nefndin umhverfissviði Mosfellsbæjar og óska eftir fundi með fulltrúum Reykjavíkurborgar málið. Þetta mál var reyndar líka á dagskrá skipulagsnefndar og þetta hafi verið samsvarandi bókun eða lík bókun þar afgreidd. Ég hef svolítið áhyggjur af samskiptum höfuðborgarinnar við nágrannasveitarfélögin og kannski flestum tilfellum við okkur þar sem við erum hérna í útjaðri og Reykjavíkurborg reyndar beggja megin við Mosfellsbæ. Þetta er annað máli nú á stuttum tíma þar sem að kemur í ljós eða að höfuðborgin eða Reykjavíkurborg er að fara á stað með skipulagsverkefni sem að okkar mati er ekki í takt við fyrsta lagi svæðisskipulag í öðru tilfellinu og svo aðra skipulags sveitarfélags í hinu. Það var mál sem var upp í Álfsnesi sem sneri að flutningi á starfsemi Björgunar sem núna er niður á Höfða þangað og þar hugðist Reykjavíkurborg staðsetja það verkefni utan vaxtarmarkalínu svæðaskipulagsins á þeim forsendum að þar væri námuvinnslu að ræða en ekki starfsemi. Mér fannst það svona jaðra, ég veit ekki hvernig orða það en maður var að passa sig líka hvað maður segir. Mér fannst það minnst ekki mjög faglegt að reyna að koma málinu í gegn á þann hátt. Það sem að námuvinnslan er náttúrulega ekkert á þeim stað heldur út á sjó og efnið síðan flutt þangað til meðhöndlunar. Svæðisskipulagnefnd hefur tekið það fyrir og það þarf að fara í svæðisskipulagsbreytingu. Þarna á þessu stað er Reykjavíkurborg með skilgreint athafnasvæði á aðalskipulagi. Athafnasvæði er ekki iðnaðarsvæði og athafnasvæði má ekki vera með mengandi iðnað. Það er til dæmis athafnasvæði sem er í aðalskipulagi Mosfellsbæjar á Leirvogstungumölum. Það er samsvarandi skilgreiningar á Esjumölum og Leirvogstungumölum. Og minnst kosti miðað við þær fréttir sem að berast og þau viðtöl sem að ég hef til dæmis átt við forsvarsmenn fyrirtæki sem að hefur fengið undirskrifað lóðavilyrði til að flytjast þangað það er ekki að ræða starfsemi sem fellur undir athafnasvæði. Það var til að mynda stóðu íbúasamtök Leirvogstungu fyrir íbúafundi vegna þessa máls þar sem að viðkomandi fyrirtæki kom og kynnti sína starfsemi og þar var þeim forsvarsmönnum fulljóst að það þurfti að breyta aðalskipulagi Reykjavíkurborgar til þess að þeirri starfsemi að vera heimilt að verða þar. En það virðist einhvern veginn ekki eins og skipulagsyfirvöld Reykjavíkurborgar sé það jafnljóst eða séu hugsanlega kannski að reyna að fara í kringum hlutina. En það er allavega ljóst að við þurfum að vera vel á verði gagnvart þessu. Það er verið að flytja töluvert mikla starfsemi úr Reykjavíkurborg, eðli málsins samkvæmt og ekkert við það að athuga að Reykjavíkurborg sé að breyta landnotkun sinni eða slíkt á sínum svæðum og flytja svona starfsemi þar sem hún á betur heima. En það þýðir þó ekki henda henni allir í bakgarðinn í Mosfellsbæ. Og þess vegna hefur Mosfellsbæ lagt það til við svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins
og það fari fram heildstæð athugun hér á höfuðborgarsvæðinu hvað skynsamlegt sé að hafa starfsemi sem þessa, sem að kallar á mengun eða hefur för með sér einhverja mengun, til óþæginda fyrir nærliggjandi byggðir, því að sjálfsögðu þarf að vera til staðir fyrir starfsemi sem slíka. Því að atvinnulífið og bara lífsins gangur þarf á því að halda, en það er líka mjög mikilvægt að það sé það sátt og að það sé staðsett á þeim stöðum sem það hefur sem minnst umhverfislega áhrif og minnst áhrif á íbúana. Og ég bara vil skora okkur hér í bæjarstjórn að passa upp á þessa hluti og að við stöndum vörðum okkar sveitarfélag, okkar íbúa, en jafnframt séum líka lausnarmiðuð því að finna lausnir hvað svona starfsemi varðar. Það getur vel verið að í eina að merkja Mosfellsbæjar, en Mosfellsbæjar landbyggi sveitarfélag, séu staðir, við svo sem rætt nokkra, eða svæði sem að starfsemi sem þessi getur verið í friði og án þess að hafa einhver verulega áhrif á umhverfið sitt og íbúana. Ég vildi bara svona koma þessu á framfæri. Já, Silja Pálsdóttir, þetta mál, 4, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem upp undir sama máli, deiliskipulag E7 Mela á Kjalarnesi og bæjarstjóri fór nú yfir þetta og reyndar líka nærliggjandi svæði þarna niðri í Álfsnesi. Ég verð að segja það að ég tek undir bókun umhverfisnefndar að þessi starfsemi á Esjumölum, hún er ekki heppileg og sérstaklega ef að von er á því að henni hljótist lyktarmengun og mengun vatns, þá eru það ekki góð tíðindi sem að við ættum að sætta okkur við. En hvað varðar hitt skipulagið þarna niður í Álfsnesi, þá er það svo að bæjarstjórn fór í sumar með fulltrúum Reykjavíkurborgar að skoða þetta svæði þar sem að fyrirhugað er að björgun taki til starfa. Og svona allavega við fyrstu sýn lítur út fyrir það að þessi starfsemi, af því að hún er þarna í víkinni fyrir neðan þar sem að gasgerðarstöðin á að vera til húsa niður í Álfsnesi, sé í hvarfi frá Mosfellsbæ. En það hafa ýmsir hlutir verið nefndir eins og rykmengun og alls slíkir hlutir. Það er náttúrulega bara yfir höfuð mjög slæmt að Álfsnesið hafi verið tekið undir alla þessa mengandi starfsemi. En er það þá ekki skaða minnkun að koma þessu þá fyrir þar sem að þessi mengandi starfsemi hvort sem er? Ef að af því hljótast ekki mikil óþægindi fyrir Mosfellinga. Eða nánast engin, ég meina ef að þetta á að vera í hvarfi, þetta er töluvert í mikilli fjarlægð. Má ég beðið að stytta mál Álfsnesvíkina því að það er ekki beinlínis Já, á dagskrá? hann var að ræða, Haraldur, Hann drap á það en ekki ræða að vera ósk eftir heildarskipulagi og ég tek undir það, auðvitað á að setja þetta í heildarskipulag. En þess að svona mín fyrsta tilfinning var þegar við fórum þarna niður í Álfsnesi væri að það eru hvort sem er sorphaugarnir þarna, það verður hvort sem er gasgerðarstöðin þarna og þetta er í hvarfi við Mosfellsbæ. Já, það er 3 á mælendaskrá og næstur er Haraldur. Gjörðu svo vel. Bara örstuð, ég var ekkert að gagnrýna staðsetningu í sjálfum sér á björgun við Álfsnesi, það getur vel verið þessi ágætis í staður. Ég var bara að gagnrýna að vekja athygli á því að Reykjavíkurborg hveri geti skipulagslög og Reykjavíkurborg þarf að fara til skipulagslögum sem hvert annað sveitarfélag
það þarf að breyta svæðisskipulag höfuðborgarsvæðis til þetta geti átt sér stað. Á sama hátt og að Reykjavíkurborg gerði það sérstöku umtalsefni að þegar Mosfellsbær var með þetta ferli sem Mosfellsbær með hér upp í Sólheima að stækka þar, að breyta vaxtarmarkalínunni. Það sama á við Reykjavíkurborg og önnur sveitarfélög og fyrst og fremst að vekja athygli á því að Reykjavíkurborg fer ekki alltaf eftir því sem að lög og reglur segja til, ekki í þessu tilfelli. Ég er ekki að leggja neitt mat á það hvort að björgun ætti að vera á þessum staði ekki. Fyrst og fremst að vekja athygli á vinnubrögðum. Anna Sigríður Gunnarsdóttir, þú næst gáðir svo vel. Já, forseti, ég kemur upp undir sama máli erindi Reykjavíkurborgar varðandi deiliskipulag Esjumela og þannig held ég flest komið fram í þessu máli. Ég tek undir það sem hér hefur komið fram og ég tek undir bókun umhverfisnefndar og skipulagsnefndar. Þetta er mikilvægt mál fyrir okkur og Mosfellsbæ. Við þurfum að náttúrulega fyrst og síðast eiga allir að fara að lögum náttúrulega og svo þurfum við að gæta hagsmuna okkar íbúa. Það sem ég hef eiginlega mestar áhyggjur af þarna, það er í fyrsta lagi þessar hugmyndir að veita í ána ofanvatni sem að við samt í raun og veru vitum ekki hvers kyns ofanvatn gæti verið. Við vitum ekki hvers konar starfsemi gæti komið þarna. Við heyrum sagnir það að þarna gætu komið fyrirtæki sem verður með moltugerð og að mér skilst þessi fyrirtæki sem að íbúar í Hafnarfirði hafa kvartað mjög mikið allavega yfir þá samskonar starfsemi af mikilli lyktarmengun. Nú veit ég ekki hvort frá því fyrirtæki komi mikið af einhverju efni í svona ofanvatns eða í svona fráveitu-kerfi, ég veit það ekki. En mér finnst bara þessi hugmynd mjög slæm sem leikmaður og bara svona íbúi í þessu sveitarfélagi. Og hvað varðar það að og það er kannski farin öfug leið af þessu, ég tek undir það líka að ef Reykjavíkurborg vill hafa annars konar starfsemi í Esjumelum heldur en skipulagið gerir ráð fyrir, þá ætti náttúrulega Reykjavík að fara í það að breyta sínu aðalskipulagi sem þá væntanlega færi fyrir svæðisskipulagsnefnd og það allt saman. Að síðustu þá vil ég bara segja það að þessi hugmynd sem er unnin undan rifjum fulltrúa Mosfellsbæjar í skipulagsnefndinni, í svæðisskipulagsnefndinni, að þessi mál þurfa að skoða heildstætt, það er algjörlega hárrétt. Við erum hérna nokkur sveitarfélög sem höfum náttúrulega yfirráð, ef svo má segja, yfir því hvernig við skipuleggjum allt innan náttúrulega laga og reglna, en svo erum við líka bara eitt svæði og það þarf að komast að einhverju samkomulagi það hvar er best að koma fyrir starfsemi sem einhverjum orsökum getur truflað íbúa í leik og starfi og ég hef nú alveg fulla trú á því að ef að sveitarfélögin hérna á Suðurborgarsvæðinu leggjast saman yfir það, þá finnum við einhverja góða lausn á því. En þessi hugmynd, hún hræðir mig pínulítið og ég vil bara aftur segja að ég tek undir þessa bókun sem að umhverfisnefnd bókar á þessum fundi. Já, ég hef sett þetta sjálf á mig og mælda skrá þetta sama mál. Það er búið að rekja þetta ágætlega, þetta er sams konar bókun í skipulagsnefnd og umhverfisnefnd og var nú lesin hérna áðan. Það er ýmislegt í þessu málum og við bara lýsum yfir andstöðu og bendum á að þetta sé ekki samræmi við skipulag og það getur dregið dilka eftir sér. Þetta með moltugerðina, það er engar sagnir, það er sögursagnir, það liggur fyrir viljayfirlýsing
ákveðið gómafyrirtæki muni fara þarna upp í þér á Össumela og að vinna moltu og Lóðavilyrði. ha, Lóðavilyrði. lóðavilyrði heitir það. Lóðavilyrði. Undirritaða borgarstjórans. Já, og þetta ágæta gómafyrirtæki var með mjög góða kynningu við Krikaskóla fyrir nokkrum vikum. Fundur sem var haldinn af íbúasamtökunum Leirvogstungu. En öðruleiti tekið bara alveg undir þetta allt saman hérna og einnig þetta sem kemur hér fram og bæjarfulltrúi annars við bent á áðan, þetta með Leirvogsana sem fellur hérna á landamærki Reykjavíkur og Mosfellsbæjar og auðvitað útivistarperla og vinsælasta og dýrmætasta laxveiði á landsins og það að setja ofanmark í þessa á að auðvitað ekki gott fyrir ímynd árinnar og það þarf að vera upplýst það hvað það snýst í raun og veru, hvað mótvægisaðgerðir, það endar hefur komið fram í gögnunum en ég held að næsta skrefið sé bara það eins og kemur fram hér í bókunni að óska eftir fundi með fulltrúum Reykjavíkurborgar málið og sá fundur mun væntanlega fljótlega fara á dagskrá. En það er einn bæjarfulltrúi beðið orðið, Hafsteinn Pálsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ég vil taka undir þessa bókun og lýsa ánægju minni með hana. En það er svona að færa á tilfinninguna að það sé litið á að þessi ágæta á sé bara lengst upp í sveit og þess vegna hljóta verið lagi að láta þetta renna í hana sem er þarna fyrirhugað, þetta rennsli. Það myndi kannski horfa öðruvísi við þeim sem eru með þessar áætlanir ef að það væru hugmyndir að láta eitthvað renna í Elliðaárnar. Og ég held að við verðum bara að horfa á það að það þurfi nú að umgangast þessar ár okkar hérna af virðingu allar, sama hvort að það er þessi eða aðrar. Og þannig að bara vekja athygli á því. Já. Orðið er ennþá laust fundargerð umhverfisnefndar. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágæti forseti. Það verður ýmsum á að brjóta lög varðandi aðalskipulag og eitt og annað. Við skulum bara ekkert hafa neitt voðalega hátt það. En mig langar að koma hér upp undir máli sem heitir Endurheimt og varðveisla votlendis, lykilhlutverk sveitarfélaga. Og þetta er mál númer 2 í fundargerð umhverfisnefndar. Því miður kemst ég ekki af einhverjum orsökum inn í tölvuna mína, þannig að ég kannski held ekki þetta mjög langa ræðu. En allavega þetta mál hefur að gera með erindi landgræðslustjóra. Hann sendi sveitarfélögunum bréf, landgræðslustjóri, og minnti á mikilvægi þess að sveitarfélögin pössuðu upp á votlendi sitt. Og þetta er mjög þarft bréf og nauðsynlegt og það kom líka fram í umhverfisnefndinni að fólk var sér kannski ekki eins meðvitað eins og maður hefði vonast eftir mikilvægi þess að varðveita votlendi og og það sem að við ræddum í íbúahreyfingunni í þessu sambandi er það að í rauninni sýnir þetta okkur svart á hvítu hversu mikilvægt það er af því að nú er verið að vinna að umhverfisstefnu sem var líka til umræðu þarna á fundinum, hversu mikilvægt það er að kortleggja náttúrugæði í Mosfellsbæ, kortleggja jarðhitasvæði, kortleggja votlendi, kortleggja fuglasvæði, kortleggja skógrækt sem er reyndar samkvæmt því sem framkom á þessum fundi langt komið verkefni.
En þetta bréf Landgræðslunnar er bara mjög uppfræðandi og náttúrulega og það var til þess að ég setti svona kjarnan í þessu inn á íbúavefinn hérna í Mosfellsbæ. Þetta eru svona upplýsingar sem að fólk áttar sig ekki á. Við erum líka nýbúin að láta útbúa leiðbeiningar fyrir framkvæmdaaðila umgengni á náttúrusvæðum hér í Mosfellsbæ og við erum nýbúin að útbúa leiðbeiningar og það er alls ekki farið nógu gaumgæfilega til dæmis í þennan lið. En það að varðveita votlendi og endurheimta votlendi er til dæmis mjög mikilvægur liður í að stemma stigu við losun gróðurhúsalofttegunda. En það er einn helsti óvinur jarðar í dag. En allavega það sem ég vildi sagt það er einfaldlega við þurfum áður en að lengra er farið í gerð umhverfisstefnu, þá þurfum við að skilgreina vel verkefnin og láta kortleggja svona hluti sem að taka þar mikið tillit til þegar að umhverfisskipulag er unnið. Já, orðið laust þessa fundargerð. Ég ætlaði eiginlega að fá líka að tala hérna evramálið ef að enginn... Já, gerð svo vel það. Umhverfisstefna. Já, gerð svo vel. Bara nokkur ár. Það er sem sagt endurskoðun á umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ. Það var líka til umræðu þarna og það kom fulltrúi, það mál númer 1. Það var fulltrúi frá Skógræktarfélaginu, Björn Traustason og svo kona frá umhverfissviði Reykjavíkurborgar, Hrönn minni mig hún hafi heitir. Hrönn Hrafnsdóttir. Hrönn Hrafnsdóttir. Þau komu og ræddu við nefndina og það var greinilega mjög merkilegt og já, þetta er mjög fróðlegur fundur og ánægilegt til þess að vita að skógræktin er í rauninni búin svona að gera grófa kortlagningu á svona trjárækt í landi Mosfellsbæjar. Er það ekki rétt hjá mér? Þú kannski, það væri gaman að fá aðeins þína sýn á þetta, Bjarki. Já. Ég ætla fyrst að gefa orðið laust ef einhver vill ræða á. Þá ætla ég nú að gefa sjálfur mér orðið. Og aðeins að drepa hérna nokkuð mál. Fyrst það sem að bæjarfulltrúi Sigrún var að tala nefna hérna áðan með endurskoðun á umhverfisstefnu fyrir Mosfellsbæ sem það var fyrsta mál á dagskrá. Þetta er eins og hann sagði, það voru hér tveir gestir en eins og Hrönn Hrafnsdóttir frá umhverfissviði Reykjavíkurborgar sem séu svona grænu skref, tengjast fyrirtækjum og starfsemi borgarinnar sjálfrar. Mjög fínt erindi. Og sinns vegar Björn Traustason sem var nú eiginlega kannski þrefaldur hlutverki, hann er íbúi Mosfellsbæ, hann er stjórnarmaður í Skógræktarfélaginu og hann er fræðimaður, hann er landfræðingur og vinnur hérna Mógilsá. Og hann hefur einmitt kortlagt þetta eins og Sigrún var að nefna hérna áðan. En það er ekki bara Mosfellsbæ, hann er búinn að kortleggja meira og minna allt landið og hefur mikið stundar rannsóknir, töluvert rannsóknir á því sviði hvar skógur gæti vaxið út frá hæðir í sjávarmál og veðurfarsskilyrðum. Þannig að það var mjög gott að hafa þessa ágætu gesti. Þessi vinna umhverfisstefnuna er kannski ekki langt komin en það er búið að búa til svona efnisgrind og eitthvað verður nú unnið hérna milli funda þannig að næsti fundur sem er hér eftir tæpa mánuð þá verður þetta á dagskráni. Þá verður meðalans rætt það hvort að skógræktarstefnan verði ekki hluti á umhverfisstefnu, það hefur verið svolítið rætt það hvort það hefur verið sér. En Björn Traustason áraði til dæmis að fannst það bara fýsilegt að hafa það undir þessum hatti sem myndi heita umhverfisstefna. Já, þetta vildi ég nú segja það en svo tek ég bara undir það sem að Sigrún Pálsdóttir sagði
Málefni 2, það kom þetta ágætis erindi, getur sagt brýnt erindi sem var sent til sveitarfélaga landsins, held ég allra, og þá landgræðslu ríkisins hlutverk sveitarfélaga varðar votlendi. Hver gæti að sinni heimabyggð og það er ákveðin, eða mikil ábyrgð, samfélagslega ábyrgð að granda ekki eða eyða ekki votlendi og vinna endurheimt þess. Að síðast, ég tel nú ekki þurfa að ræða erindi 4, það er búið að segja allt það og fara með en bara að lokum, og það er svolítið svipað við sagði síðast. Það er sérsöfnun á plasti, nú nálgast sá dagur þegar það verður hafinn sérsöfnun á plasti eins og það heitir frá heimilum í Mosfellsbæ og reyndar 3 öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það verður nú fljótlega farið að kynna þetta mál fyrir íbúum. Það verður að hendi Sorpu og síðan heimamanna í þessum sveitarfélögum. Sveitarfélögin eru Mosfellsbær og Hafnarfjörður, Garðabær og Seltjarnarnes. Er einhver sem vil ræða þessa fundargerð? Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég vildi einmitt bara bæta við það sem þú nefndir varðandi plastsöfnunina í máli númer 3. Plastsöfnun sem sagt hefst 1. mars og það mun birtast hérna fyrir Mosfellingum kynningarefni og verður dreift hér í hvert hús og eftir langa, svolítið stranga meðgöngu í stjórn Sorpu þá tókst þetta samt ekki að ná samkomulagi það hvernig þetta yrði gert á öllu höfuðborgarsvæðinu, þannig að Kópavogur og Reykjavík skera sig aðeins úr. En eins og ég held ég hafa nefnt hérna við þetta borð áður að þá held ég að þau munu nú, að íbúar þar munu bara kalla á þessa sömu aðferð og hinn sveitarfélögin eru að fara í núna. Þannig að já, kynningarefni mun birtast væntanlega í Mosfellingi og heimasíðu bæjarins og dreift til í hvert hús efni hvernig þessu verður háttað. Í fyrstu umferð þá allir senda poka með heim með kynningarefninu og það sem að plastið verður safnað í sér poka og síðan sett í gráu tunnuna. Það sem að lífræna sorpið er. Þar verður þetta sett í sér poka og heyrt með þeim úrgangi. Það eru margar ástæður fyrir því að það var ákveðið að þetta færi í þessa tunnu og það var meðal annars það að sú tunna er bæði, hún er sótt oftar og hún bara það er þannig á fólki að pappírstunnan er fyrr að fyllast heldur en lífræna tunnan sem betur fer, það á líka verið þannig og við óttuðumst að svolítið það þá kostnað pappírstunnunar ef við færum með plastið í bláu tunnuna. Þannig að hún er allavega á mörgum heimilum sem ég veit þá er hún sú tunna sem að fyllast fyrr og hinn alltaf hálf tóm, þannig að það myndi að vera, en þannig að þá setjum við plastið í poka, bindum fyrir og setjum það í gráturna. En þetta verður kynnt betur í þeim sveitarfélögum þar sem að þetta fer af stað, 1. mars. Sko, fyrsti pokinn sem fylgir held ég glær, en ég held að verði ekki skilyrði. Þetta er bara plast með, það verður bara aðeins að binda fyrir. En það kemur alltaf, ég er ekki alveg viss hvort það verði glært. Það mega vera hvers konar plastpokar sem er. Já, það best væri glærir. Mega vera bláir. Eiga vera bláir, en helst, það best að það eru glærir þannig að það sjáist að þetta sé blásið frá, en að það sjáist að þarna sé plast í þessum pokum. Það er algjör sniðugt. Við erum komin út í öðrum litgreiningu á pokum, en gott og vel, orðin ennþá laust, umhverfisnefnd, 18. janúar. Nú, umræðin þá lokið og þeir sem samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér, þeir komið rétt upp hönd. Hún er samþykkt, Sigrún, greið þú ekki atkvæði? Jú. Afsakið. Það var 9 atkvæði þar. Þá er komið að nokkrum fundargerðum sem eru hér til kynningar. Fyrst er það fundur, afgreiðslufundur byggingafulltrúa 16. janúar 2018, orðið er laust, þá fundargerð.
það engi hvað þessi ljós og þá er umræðan lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Það er komið að strætó. Það eru reyndar 2 fundargerðir frá strætó að þessu sinni. Fyrst er að fundargerð nr. 278, það er fundargerð í stjórn strætó. Sá fundur var haldinn hér fyrir jól, 12. desember, í Mjódd. Einhver sem vill ræða þessa fundargerð. Svo er ekki, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá kemur hér síðari fundargerð stjórnar strætó, hún var haldinn á nýja ári, föstudaginn 5. janúar, líka í Mjóddinni. Orðið er laust. Sigrún, gjörðu svo vel. Já, ágætur forseti, ég kenn nú eiginlega ekki upp undir þessari fundargerð heldur málefni strætó. Það eru mikil harmakvein sem berast hérna úr Mosfellsbæ út af því að leið 15 stingur leið 7 af þó það sé ekki langt á milli vagnanna. Og það eru mikil harmakvein meðal íbúa. Er einhver lausn á þessum vandamáli í sjónmáli? Hún Hildur Margrétardóttir minntist á þetta daginn þegar þetta var nýkomið í gagni, en þetta virðist vera viðvarandi. Það verður fyrst og fremst til hún að ræða þessa fundargerð, ekki málefni strætó almennt heldur þessa fundargerð í stjórninni. Já, ég veit það, og undir bara nota tækifærið, Bjarki. Já. Búin að koma skilaboðum og skipta á framfæri við bæjarbúa. En fundargerðin sem slík... Fórseti gera athugasemdir við svona... Já, ég er búin að gera það. Árásir í... Þegar fundargerð er til umræðu þá höldum okkur í fundargerðina en ekki önnur mál sem tengjast... Mér finnst þetta ekki í lagi. En orðið er laust þessa fundargerð, strætó. Bara á fórseti, ég óska eftir fundarlið. Fundarlið, já. Það er óskað eftir fundarlið og það er að sjálfsögðu reitt. Nei, ég bara velti því fyrir mér, sko. Hér er bæjarfulltrúi búinn að taka til máls undir... Ég gef orðið laust áfram þessa fundargerð, seinni fundargerðin. Við höldum það áfram með fundin og fundargerð strætó nr. 279 er ennþá til umræðu. Þessi fundur var haldinn 5. janúar síðastliðinn. Orðið er ennþá laust. Engin hvað þessi hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram. Þá er komið að síðustu fundargerð kvöldsins og það er stjórn SSA, samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem hélt fund Kópavogi, Hamraborg 9. Sá fundur var nr. 452 og var haldinn 8. janúar síðastliðinn. Orðið er laust með þá fundargerð. Engin hvað þessi ljós og þá er sú fundargerð lögð fram. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi og ég þakka bæjarfulltrúum fundarsveituna og segi fundi slítið.